Gjörðu svo vel. Þannig að ég ætla sem sagt að segja ykkur frá hornfiskubjöllinni eða öllu heldur tröllasmiðnum. Hann er bjalla af járnsmíðsætt og eins og sjáðu hann er svolítið svipaður á járnsmiður útliti, en hann er töluvert stærri, hann er alveg 2 til 2,5 cm. Það sem að gera hann sérstakann er að í Hornafirði er hann sem sagt, þetta er sér íslensk undirtegund eða Cannabis problematicus islandicus, sem finnst þá eiginlega bara í Hornafirði, allavega bara í sveitarfélaginu á Hornafirði. Á síðustu öld var útbreiðslan hans könnuð og var leitað svolítið markvisst að honum og hér sjáum við kortið, þetta hér er Höfn og hann fannst þá í rauninni frá Dynjanda og síðan hérna aðeins vestur fyrir Hoffell í Kráksgili. Þetta er mjög lítið svæði fyrir eina bjöllu að finnast á. Og ég ætla að segja ykkur aðeins frá síðan hérna framhaldinu. Núna sjáum við að það er búið að bætast við hérna græni punktar. Það er aftur hérna í Dynjanda, Almannaskarð og hérna út á Horni og þetta er svona aðeins austar og þetta eru fundastæðir milli 1933 og 1998. Þetta er aðallega athuganir frá Náttúrufræðistofnun, þannig að maður myndi kannski halda að hér er útbreiðslan að færast aðeins austar. Síðan ákvað Náttúrustofan að fara að reyna að kortleggja útbreiðslu tröllasmiðs og þá var fyrsta skrefið að óska eftir athugasemdum frá almenning hvað þeir hafa séð það. Þá kemur svolítið áhugavert í ljós. Við héldum alltaf að hann væri bundinn við nes í Hornafirði, sem sagt bara austan fjallana hérna og austan Almannaskarðs. En við fengum ábendingar hann í Syðrifirði og hérna í Snöfridal. Þannig að þá var hann kominn yfir fjöllin og út fyrir þetta svæði sem var talið að hann hafði fundist á. En þá þurftum við að fara að finna út í hvernig við ætlum að ná honum til að staðfesta útbreiðsluna. Og þá var prófað til dæmis að setja út svona dúka eins og hérna. Ég vonum að hann myndi skríða undir og var í rauninni kenningin að þetta myndi virka vel að því við fengum ábendingar hann leitaði undir tjöld. Þannig að þegar þú tókst tjaldið eftir að hafa gist inn á nótt, þá var bara fullt af tröllasmið undir. Það var líka prófað að taka snið þar sem þú bara lappaðir ákveðna lengd, veltir við öllum steinum og leitaðir af tröllasmið. Það er einmitt aðferðin sem var notuð þarna á síðustu öld. Það virka ekki. Við fundum engan tröllasmið með hvorugri þessari aðferð. Sumar eftir, 2022, þá ákveð að leggja út fallgildrur og þá setti ég snið hérna upp með fjallinu og fallgildrur er í raun bara frekar einföld plastdobla sem hún grefur í jörðina þannig hún ber við jörð þannig að þegar tröllasmiðurinn lappar framhjá og dettur hann vonandi ofan í. Og það tókst loksins. Þá náðum við 12 tröllasmiðum, þar af einum fyrir austan Almannaskarð og þar með var komin staðfesting að hann fyndist þarna austan við. Þetta er myndband á honum, aðallega til að sýna ykkur bara stærðina. Bletturinn hérna á bakinu er bara naglalakk. Ég ákvað að merkja þá til að vera viss að ég væri ekki að fá sama smiðinn alltaf aftur og aftur í gildru. En já, þeir eru frekar stórir. Svolítið annað en það sem við venjumst á Íslandi. Eftir þessa úttekt þá fengum við ábendingar tröllasmið bæði Þorgilsstaðadal og Gjárdal sem er ennþá austar en það sem við héldum og það sem við vorum búin að heyra af. Þannig að í sumar þá settum við niður fleiri gildrur frá Þorgilsstaðadal og austur fyrir Jökulsá í Lóni og við fengum tröllasmið í Þorgilsstaðadal og bara daginn eftir eða eitthvað álíka fengum við í Gjárdal og hann beit binna í puttanum. Þannig að þarna fengum við staðfestingu aftur á því að hann er austaran með tjöldum og hann er þó allavega í Gjárdal í Lóni og frekar áhugavert líka að við náðum honum ekki á hinum svæðunum. Þó að gildrurnar voru úti í alveg einhverjar 2-3 vikur viðbót, náðum honum ekki á hinum svæðunum. Þannig að það gefur svolítið kannski sterka vísbendingu á að þessar ábendingar frá almenning séu bara mjög áreiðanlegar. En við lögðum þá fram þessa kenningu með þetta í huga. Hvað er það sem stoppar hann? Af hverju finnst hann bara hérna í Nesjum og núna Lóni og eiginlega helsta sem okkur dett í hug er að hann stoppar við jökulárnar og jökulinn. Hann getur farið við fjöllin eins og við sjáum fyrst hann er upp í Lóni og einhvern veginn kemst hann fram hjá þeim. Hann getur farið yfir ár, það er alveg aðrar stórar ár á svæðinu þarna. Hann gæti mögulega farið bara upp í fjöllin og upp fyrir uppspretturnar.
En jökulárnar renna frá jöklunum allt árið og jökullinn þarna allt árið, þannig að það sennilega verulegur farartálmi fyrir tröllsmiðin. Í sumar fórum við aðeins líka í fleiri verkefni. Okkur fannst vera smá galli við fallgildrurnar. Það rask við að setja gildrurnar niður sem getur haft aðlaðandi eða fælandi áhrif. Og svo að því við viljum ná honum og sleppa honum aftur, þá töluverður kostnaður við að halda gildrunum gangandi. Ef við myndum alveg vilja drepa hann, þá getum við bara sett upp frostlög eða einhvern varðveisluvökva neðst og þeir bara geta komið og getum haft þetta út í marga mánuði og svo er bara komið risastórt sýni fyrir allt sumarið. En að því við viljum sleppa þeim, þá þurfum við að fara á hverjum degi til að hleypa þeim úr gildrunum og þá er það orðið svolítið kostnaðar meira að hafa gildrurnar. Þannig að mér langaði að prófa að gá hvort ég geti þetta myndavél. En til þess að vita það, þá þurfti ég að setja myndavél upp fyrir ofan gildru til að bera saman hvort þær myndu virka. Það var rannsókn gerð í Ástralíu sem sýndi að pöddur voru að eyða alveg hálftíma við gildruna. Þannig ef ég geti látið bara myndavélina taka mynd á 20 mínútna fresti, þá geti ég bara haft hann út í 2 vikur. Það er þá bara að koma á 2 vikna fresti, miklu minni vinna, bara geggjulaust. Við náðum tröllasmiði. Þannig að sjá það. Bæði á myndirnar og í gildrurnar. En þetta var samt ekki alveg gullna lausnin sem við heldum að þetta væri. Tröllasmiðirnir voru flestir að eyða minna en 30 sekúndum í mynd. Þegar ég var að taka mynd á 30 sekúndna fresti, þá sá ég smiðinn yfirleitt bara í einum ramma. Þegar þú ert að taka mynd á 30 sekúndna fresti í nokkrar vikur, allan sólarhringinn, þá er það ansi margar myndir til að fara gegnum. Þannig að þetta er mjög tímafrek vinna. Og þá ertu ekki lengur að spara tíma eða kostnað og hvað þá ef að hver myndavél kostar meira heldur en plastólla, þá ef þú ætlar að vera með jafn margar myndavélar og plastóllur, þá ertu strax komið mjög mikið kostnað per gildru. Þannig að þetta var ekki alveg gullna lausnin sem ég hélt að þetta væri. Annað, ég get ekki tegundagreint dýrið, sem betur fer tröllasmiður mjög sérstakur, svona stór bjalla, það eru fáar þannig á Íslandi. En það er bjalla sem heitir varmasmiður, sem er innflutt tegund, barst með gróðurvörum sennilega til landsins og hann hefur verið að dreifast á landi. Hann hefur ekki enn fundist í Hornafirði, en ef ég var að nota myndavélar þá hefði ég ekki tækifæri á að vita það. Þeir myndu líta eins út, sko. Fallgildrurnar, það sem er kannski helst í gagn við þær með myndavélar er að þær vakta minna svæði per gildru og þá meina þess að sáu myndbandinu og sáu þau gildruna og sáu miklu meira svæði í mynd. Þannig að myndavélin er að taka meira rúmmál meðan gildran getur bara tekið smiðin sem ætlar að labba yfir hana. Myndavélarnar sýndu þó allavega það að tröllasmiðurinn getur sloppið úr gildrunum, sem er ekki frábærar fréttir fyrir mig, en 1 af 6 smiðum sem ég náði gildrun var sluppu, þannig að ég hélt lengi vel að ég hef bara náð 5 þangað til ég sá myndin af einum sleppa. Síðan eru fallgildrurnar líklegri til að valda skaða á bjöllunum heldur en myndavélina. Náttúrulega myndavélin snertir hann ekki, hún tekur bara mynd á honum, það gerist ekkert við hann, en það var eitt sem var sem laskar á fæti til dæmis eftir að detta ofan í fallgildruna í sumar. Og svo er líka með fallgildruna, ég veit ekkert hvenær er komið gildruna. Ef ég fer daglega þá veit ég bara að hann kom einhvern tímann á þessum tímapunkti sem ég var síðast. Meðan ef það myndavélarnar, eins og þegar þær voru stilltar á 30 sekúndna frest, þá sé ég nákvæmlega hvenær þeir komu í gildrurnar. Og til dæmis lærði ég þannig að þeir langflestir koma í kringum miðnætti í gildruna. Og tröllasmiður almennt séð aðra tegundir af tröllasmiði í Evrópu nætudýr, en þetta hefur ekkert verið skoðað á Íslandi og þarna fékkst allavega staðfesting af því. En já, annars segi ég bara takk fyrir mig og ef þið eru með spurningar. Já. Geturðu bent á muninn á varmasmið og tröllasmið? Já, það væri betra ef ég væri með mynd af varmasmið líka, en maður getur sem sagt þekkt þá ágætlega sundur á mynstrinu á skilunni. Sjáu hvað þetta eru svona rákir, grófa rákir á tröllasmiðnum. Varmasmiðurinn með svona sléttari skjöld og það meira svona eins og í staðinn fyrir raðir af grófum rákum eru nokkrar raðir af svona örfínum dældum, bara svona punktum. En ég hefði kannski bara átt að hafa þá mynd með líka til að segja einhver muninn og fræða ykkur það. Já, spurningar.
Held ég ekki.